Halló. Vá, Diljá Pétursdóttir og Óskar Einarsson og Páll Elvar Pálsson. Erfitt að koma eftir henni.
Vá, velkomin í guðsþjónustu í Lindakirkju. Gott að sjá okkur öll. Vers vikunar úr Galatabréfinu og hljóðar svo: berið hvert annars byrðar og uppfyllið þannig lögmál Krists. En við skulum hefja stundina á því að signa okkur og biðja saman. Segjum nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Og þá ætlum við að syngja saman Eigi stjörnum ofar. Og endilega syngið með, þið eru með textablöðin hjá okkur. Þá með þið sem að treysta ykkur til, rís á fætur og heyrum heila Guðspjall. Ritað í Matteusar Guðspjalli. Dæmið ekki, svo þér verðið ekki dæmd. Því að með þeim dómi sem þér dæmið, munu þér dæmd verða. Og með þeim mæli sem þér mælið, mun yður mælt verða. Hví sér þú flísina í auga bróður þíns, en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu? Eða hvernig færð þú sagt við bróður þinn: lát mig draga flísin úr auga þér, og þó bjálki í auga þínu. Hræsnari, draga fyrst bjálkan úr auga þér, og þá sérðu glöggt til að draga flísina úr auga bróður þíns. Og þannig hljóðir heilaga Guðspjall, og sælir við að við heyrum Guðs orð og varðveitum það. Og við skulum játa trúna. Ég trúi á Guð Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getin af heilugum anda, fæddur á Maríu mey, píndur á dögum Pontiusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs, og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélagi heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen.
Og þá ætlar hún Diljá að syngja fyrir okkur Halleluja. Þú gafst mér Jesú gleð og frið, ég gat sem barn þig talað við og sorgin aldrei yfir sálu mína. Tilveran að traust og hlý, tært var loftið hvergi ský og tilvalið að hrópa halleluja, 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 Táningsára öldurótt, eftir það mér kom í mót, bjartar vonir brugðust eins og gengur. Oft var kalt og oft var heitt, ei ég skildi þetta neitt, en samt ég reyndi að segja halleluja, 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 Nú leiðst við höfum langan með, ljúfi Jesú þú og ég, þú gafst mér styrk, ég stóð í skjóli þínu. Her vinir brugðust von og þrá, varstu drottinn mér hjá, skilið mitt og skjöldur, halleluja, Vá, ég á bara ekki til orð yfir þessari rödd. Heyrðu, en það var þannig að ungt par flutti inn í nýtt hverfi. Og næsta morgun, þegar þau voru að borða morgunmatinn sinn, sáu þau unga konu hengja þvottinn sinn á snúru. Kona leit á manninn sinn og sagði: Þetta nú ekki mjög hreinn þvottur. Hún kann greinilega ekki að þvo rétt. Kannski þarf hún betra þvottaefni. Maðurinn hennar horfði á hana en sagði ekkert. Og í hvers skipti sem nágrannakonan hengdi út þvottinn, gerði unga konan sömu athugasemdirnar. Mánuði seinna var unga konan hins vegar hissa þegar hún sá hreinan og fínan þvott hanga á snúrunni og sagði við manni sinn:
Sjáðu, hún hefur nú loksins lært að þvo þvottinn sinn rétt. Hver ætli hafi kennt henni það? Maðurinn hennar svaraði: Ég vaknaði snemma í morgun og þvoði gluggann okkar. Jesús segir okkur að við eigum ekki að dæma aðra og við vitum það alveg. En ætli við höfum ekki flest, ef ekki öll, gert sek það. Að dæma aðra, gagnrýna, setja út á, benda á galla annara, baktala og kannski þannig upphefja okkur sjálf á kostnað annara. En við höfum enga rétt til að gagnrýna aðra, nema mögulega að við erum tilbúin til að gera betur sjálf. Og við getum tekið sem dæmi fótboltaleik. Það er horft mikið á fótbolta hjá mér. Og á hverjum leik eru áhorfendur, bæði heima í stofu og upp í stúku, sem eru tilbúinir til að gagnrýna leikmennina, stundum harkalega, og spilamennskuna þeirra. En ég efast að nokkur þessara gagnrýnenda stæði sig betur inn á vellinum. Það eru að minnstakosti 3 ástæður fyrir því að við ættum ekki að dæma aðra. Í fyrsta lagi, við þekkjum aldrei allar forsendur. Við erum ekki í sporum annara. Og við getum tekið sem dæmi bara mannesku sem svona róleg í fasi og jafnblind. Hún getur oft erfitt með að skilja hvernig skapráð og tilfinningaheit manneskja bregst við. Og manneskja sem hefur fengið kærleiksríkt uppeldi á erfitt með að setja sig í spor þess sem ólst upp við fátækt og vanrækslu. Lífsreynslan okkar mótar okkur. Staðreyndin er sú að ef við áttum okkur á því hvað sumir, sem við höfum kannski dæmt eða gagnrýnt, ef við vissum hvað viðkomandi hefði gengið í gegnum, þá værum við eflaust gáttið á því hvað hann eða hún stæði sig vel, þrátt fyrir allt. Og númer 2, að það er eiginlega ómögulegt fyrir okkur að vera alveg hlutlaus, er það ekki? Af því að það er svo margt sem hefur bara áhrif á okkar sýn og veruleikann. Og það er rauninni bara Guð sem getur verið hlutlaus. Og númer 3, að það var Jesús sem kom með aðal ástæðu þess að við ættum ekki að dæma aðra. Enginn er nógu góður til að dæma aðra mannesku. Og þá kemur í hugan sagan af Hórsekukonunni sem að Jesús sýknar og bjargar. Farisear og fræðimenn, þeir vilja grýta hana, að hún hafi gert sek að brjóta lög. En þeir vildu heyra hvað Jesús hefði máli að segja. Og þegar Jesús loksins svaraði, þá sagði hann þessi frægu orð: Sáiðar sem syndlaus er, kasti fyrstu stein á hana. Og munið hvernig það var. Kastaði einhver steini? Nei, af því þeir litu hver á annan og vissu allir upp á sig skömmina og gengu í burtu. En í Guðspjalli dagsins þá notar Jesús húmor. Hví sér þú flísina í auga bróður þíns en tekur ekki eftir bjálkanum í þín auga? Eða hvernig færð þú sagt við bróður þinn: Lát mig draga flísina úr auga þér, og þó er bjálki í auga þínu? Hræsnari, draga fyrst bjálkan úr auga þér og þá sérðu glöggt til að draga flísina úr auga bróður þíns. Þetta er svolítið gott. Við höfum enga rétt til að dæma aðra. Nýtum frekar tíman og orkuna í að vinna í okkur sjálfum. Það er eflaust á nóg að taka og látum aðra sig. Það er ágætt að hafa það í huga að það sem við sjáum þegar við horfum á aðra, það er háð því hversu hreinir okkar gluggar eru. Amen. Gjörðu svo vel. Það var í ágúst 1972, löngu áður en Dilja fæddist. Ég var enda fæddur og Palli hérna, ekki Dís,
sem að söngleikurinn Jesus Christ Superstar var frumsýndur og það sem að næsta ári eru 50 ár síðan þessi söngleikur var til. Kór Lindikirkju og Dilja var nú einn meðlumur Kórs Lindikirkju, eða vissu ekki af því. Kór Lindikirkju hefur 12 sinnum tekið þátt í uppfærslu á þessu og það stendur til að setja þetta aftur upp núna jólin, núna í haust, þannig að þið getið fylgst með. Og þetta lag sem við bara fyrir næst einmitt úr þessum frábæra söngleik sem að á sín tíma fekk svolítið gagnrýni hjá kristnum kirkjum vegna þess að hann þótti svolítið svona 70 svolítið djarfur og hippa eitthvað. En það góður boðskapur í þessu og lagið sem við ætlum að flytja þegar María að syngja How can I love him? I don't know how to love him. Hún vissi ekki hvernig átti að þekkja Guð. Hún hefði aldrei kynnst svona kærleika og vissi ekki hvernig hún gat elskað hann einhvern veginn. Og því hún bara, já, eins og Dís var að tala áðan. Hún bara upplifði eitthvað sérstætt í honum og við ætlum að flytja þetta fyrir ykkur núna.
bara meira. En það að koma meira þegar koma bænastund og þá höfum við það háttin á að við eigum bara hvert og eitt hljóðastund þar sem við berum fram þau bænarefni sem á okkur hvíla á meðan Diljá syngur fyrir okkur hljóður. Svo vil ég líka benda á hennar bæna altari hérna aftast. Þar getið þið kveikt á kerti fyrir bænarefnum eða skrifað á miða bænarefni sem og stungi í raufina og það er beðið fyrir öllum bænarefnum hér í kirkjunni í hverju einustu viku. Góði Guð, hvert ættum að leita ef að skilningur og fyrirgefning væri ekki til, heldur aðeins kuldi og harka og afskiptaleysi. Gefðu okkur hlutdeild í hjartagesku þinni. Láttu okkur finna miskunnsemi og lifa í henni og iðkana, eins og þú sýndir okkur í Jesú Kristi. Og við biðjum fyrir þeim bænarefnum sem hafa borist okkur Lindakirkju. Við biðjum fyrir þeim sem glíma við sjúkdóma, sorg, einsemd, fjárhagsáhyggjur og allar bænir okkar felum í bænir sem að þú kenndir og biðjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið oss í freistni, heldur frels oss frá illu, því að þitt ríkið
mátturinn, dýrðin að eilífu. Amen. Þá fer að líða lokum hjá okkur við eigum samt eftir að fá lokalagið. Þið með rísa fætur, þið sem treyst ykkur til og þykja blessun Drottins. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig, gef þér frið. Jesú blessaða nafni. Amen. Þið fáið hérna algjöra perlu hérna í lokin sem við ætlum að flytja. Lag sem að Dilja var nú bara að heyra í fyrsta sinn á ævinni í vikunni, síðustu viku. Ég stakk upp á þessu lagi við henni. Þetta er lag sem að Elvis Presley notaði á öllum sínum tónleikum í lokin. Sálmur, merkilegt nokk sænskur og Stúri Gjöt, það geti kannski einhver ykkar til á íslensku, nokkrum þýðingum, en einmitt, mér langar að segja frá því að þessi sálmur er að koma núna í nýju sálmabók Þjóðkirkjunnar. Hann er að detta inn. Það er komin íslensku texti á hann. Við erum ekki vísum með hann hér í dag, en vonandi næst þegar við flytjum þetta lag. Þannig að þetta stórkostlega lag og þetta er útgáfa sem við notum hér núna er útgáfa sem að hún Carrie Underwood sem að var ekki American Got Talent eða American Voice eða eitthvað. Það var einhvern veginn, hún var allan á fyrstu stjörnunum í Bandaríkjunum sem að sigraði þá keppni. Hún ætlar að flytja þetta lag hún Dilja hérna í þessari útgáfu. Oh Lord, my God, when I am awesome wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him
Já, bara standa á fætur fyrir henni. Það bara ef ég kynna blístra. Það var bara æðislegt. Takk fyrir söngin. Heyrðu, og takk fyrir kvöldið. Og ég segi, förum í friði og þjónum drottni með gleði.